Góða kvöldi, gott fólk. Velkomin til Þýskalands og Nürburgring. Klukkutíma að kemna framdann. Þessi drengur búinn að tryggja sér fyrsta sæti í deildinni fyrir vortímabilið 2026. Sjá hann í gylltu litunum. Ekki smá hraðanum, hann er að fara í BR-deild núna á næsta vetrartímabili. Gaman að sjá hvað við getum gert þar. Aldrei að vita nema að hann takir tímatöku og skellir sér bara beint upp í fyrstu deild. Það hefur séð það gerast oftar en einu sinni. En ef mig til að láta mig vita sem er að horfa hvernig hljóð er. Ég byrja hérna einn með ykkur í kvöld og svo myndi joinar Jökull okkur hérna á eftir þegar hann er heim. Við erum aðeins á undan áætlun með að við aðra daga. Það er líka því að það er klukkutíma keppni í kvöld, 8 hringir á slöfunni. Setti 3 min warning 1 mínútu í, þannig að við förum á stað 20:02. Engin tímataka, starta eftir stigatöflu. Annars sömu reglur þegar byrja með fulla tank. Svo þetta er klukkutíma keppni. Annars var þetta bara eitt hringur fylla. Það er ekkert gaman. Sér nú að Andri er á softdekkjunum. Alltaf engin tímataka. Kannski Andri ætli bara að byrja á softdekkjunum, það veit ekki. Séð að hann situr hérna, bíður í pittunum. Það er að rísa það lobbyinu. Næst, ég er búinn að gleyma því, ég veit ekki um það. Já, palli, 8 palla braut. Þarna. Það rauði sig ekki rétt, það var Andri, Bergur, Palli, Svenni, Grétar. 2 nýir hérna á braut hjá okkur í kvöld. Nýir eða notaðir, maður þetta ekki. Held að þessi sé gammallar endur. Þannig höfum við nú svo sem séð áður. Svo alltaf erum við keppinnar hérna Heimi og Inga. Þannig að þar sem þeir eru ekki á stigatöflu og hafa þá hérna fyrir ofan fyrstu úrvalsdeildarmennina hérna síðan á síðustu tímabilum. Ég veit að Ingi hefur bara gaman að því.
En þá setjum við bara let's have a clean race. Good luck. Það möguleiki á rigningu. En við sjáum hvernig fer. Líta vel út fyrir strákunar á sér. Það lítur ekki út fyrir að það sé rigningu vændum, en það klukkutími eftir. 8 hringir. Allt rúmlega 8 minna hringur. Hröðust hann á undir 8. Það var auðvitað af stað. Nú, eitthvað aðeins að skrika til hérna á balli. Það allt í lagi fram hérna. Grettar á yfirskyddur. Missar á bremsubúndinum. Út í vegg. Sá það hérna hann illu, já, hann færði sig til hliðar sýndist mér á ráskaflanum. Ég vilja byrja bara aftast, þau ekkert verið strákunum hérna. Ingi strax komin í skotti á hann Palla. Palli að stinga sig inn á Andra. Hvað gerðist hjá Andra? Við náðum því á replay. Track position á þessari braut skiptir rosalegu máli, svona á mestum hluta brautarinnar. Byggilega svona 80-90% af brautinni sem þú viltu vera með track position. Erfitt að taka fram úr, mikið að beigjum, þröngir kablar, hraði kablar, hægi kablar, karusell, þessi braut byggir upp á allt. Þetta er allur pakkinn saman þjappaðar í 8 mínúna vislu. Kíkjum nú á hérna, hvort að við sjáum hvað gerist hjá honum. Nei, hérna er hann í þriðja. Það er út í möluna. Nú með sýstrákana hérna fram með sér. Hægur niður beinagaflanum. Bergur Frástur. Kom 1,5 sekundur niður í Svenna sem að fer út af. Kíkjum á replay á þessu, hvað gerðist? Fær Palla aftan í sig þarna. Æjæjæj. Palli sýndist með beið eftir honum. Ingi þá komin upp í annað sætið. Þetta þaulreyndum maður, en Ingi er ekki að keppa til stiga, ekki Heimir heldur. Illi sendi mér skilaboð á hann og baði að fá engin stig. Sannst vera að dusta ríkið af græjunum. Bara gaman að sjá ný andlit á braut. Nýja bíla, ný livery. Þetta er síðasta keppni tímabilsins. Skilst fyrir þá sem að vilja verði silly season í sumar. Það er allavega eitthvað sem ég nefndi við keppnisnefnd. Þetta var ekki sem ég ætti að gera upp á að finna
prófa dekkjastillingar og keppnir og fleira fyrir næsta vetrartímabil. En við erum að fara í sumarfrí eftir þessa keppni. Ótrúlega langt sumarfrí að mínum mati, en það er og Bergur út í grasið. Svo missir Inga fram með sér og Heimir líka. Mistök eru dýr á þessari braut. Maður er í baráttu, þá þarf bara ein mistök og aðrir eru komnir fram úr. En Bergur ætlar ekki að sleppa takinu á honum Heimi. Og það er að fara að koma í karosli hérna, en hægri beygja. Bjarga þessu. Pressa aðeins og sent hana. Það er auðvelt að detta upp úr karoselinu, þá tapar maður tíma, en svo er auðvelt að spinna líka á leiðinu út í því. Og er að koma hérna kaflinn sem er uppáhaldið mitt og flestra. Þetta er rosalega hraður, flæðandi kafli. Taka þér hérna til hægri. Svo viltu negla niður hérna snemma til þess að henda honum til hægri hérna og svo bara fulla gjöf hérna út. Og tipla maður á bremsuna hérna og snemma til vinstri. Nú vill maður taka kantinn hann að báðum megin. Mér og Ingi hérna komnir í toppinn. Bergur í Provisional fyrsta sæti. Sem Heimir og Ingi er ekki að keppa til stiga. Og Andri aftur út í grasið. Nei, Svenni farinn. Þetta hafi verið netanðamál eða hvað? Nei, Illugi er á Inters. Æjæjæj. Annars eru allir á hörðum. Og hann hefur verið að vonast eftir rigningu og það var bara tætt hann á klár. Jó, þetta er nú að ná því. Hann hlýtur allavega að fara í pit núna. Interstekkin þegar orðin slitinn, þá eru þau orðin slitinn. Það er alveg óhætt að segja. Ingi aðeins að slíta sig frá Heimi. Heimi er að slíta sig aðeins frá honum Berg. Þeir eru allir að slíta sig frá honum Andra hérna. Kannski illa æfðir. Já, Sjón Anton, ég er bara að lýsa í kvöld. Kannski vantar þarna, ég kannski sé það ekki. Nú ertu bara einn að lýsa í kvöld. Sko, ég er að vonast þess að Jökull joini mig leið og hann kemur heim. Hann er náttúrulega fyrir á ferðinni núna í kvöld, þannig að hann náði ekki að vera kominn heim fyrir 8. Það kemur Illugi í síðustu beygur. Hlýtur að skella sér í pit. Jájá.
Bjarki heldur áfram að auka bilið. Hann alltaf þekkir þessa braut alveg eins og lóan á sér. Hann geti keyrt þetta blindandi. Það var þarna að Balli fór aðeins aftan í Svenna. Á mjög óheppilegum stað. Fórum saman hann út fyrir. Svo sem við búið að þetta myndi gerast. Það yrði komið bíl á milli manna. Það er nú barátta hér. Palli og Grétar. Hérna sem að þeir lenda saman, Palli og Svenni. Skoða línunar. Það er bara svo erfitt. Snýst það bara að vera þolinmóður. Ég eftir rétt að tækifærinu. Þolinmæðið þrautir vinnur allt. Það er ekki komið svoleiðis. Nú eftir að keppni. Kemur kallinn, meistarinn sjálfur. Triple X. Tekur alltaf smá stund hjá mér að lótast við partíið hjá honum. Ég veit ekki alveg hvað það á að þýða. Góða kvöldið. Góða kvöldið, velkomin. Já, takk fyrir. Triple X. Ég hef verið betur. Hvað varstu það? Við erum að fylgjast með honum hérna.
Palla hérna, hann alveg í skottinu á honum Grétari. Ok. Ætli ég trufla ekki minna? Nei, skellti það bara inn. Heyrist ég þurfa að hækka þessi í þér samt. Yep. Ég er að hækka þér hérna mín megin. Yes. Palli út í grasið, þeir báður út í grasið. Þá er næsta barða bara The Turtle og Andri Tofts. Já. Hann er búinn að ná hann. Andri er ekki búinn að hann er ekki að keyra sína bestu keppni hérna í kvöld. Ok. Hann byrjaði náttúrulega fremstur. Flottir bensin. Þetta er ekki fyrst skipti sem við sjáum svona giltabæs að brauta það. Nei. Þeir eru alltaf flottir. Það er með að láta mig vita hvernig hljóðið er núna. Ég er kannski aðeins svo hátt í honum. Sjá. Hver er eftir The Turtle? Ég man það ekki. Ég var með hann í vinum sko. Hann hefur verið að brauta með okkur áður. ætla að sjá skráðir gerendur. Svo er hérna Illugi, kannast eitthvað þannan? Ég held að hann sé... Jú, hann hefur verið á þeim, sko. Já. Hann er mitt byrjað á Inters. Það er spynna hérna á beinagaflunum. Ferrari vs Mercedes. Ferrari er með örlítið betri endarhraða, held ég. Þetta er fallið sjón hérna. Já. Ó, tortulega þessu út í grasið. Hvað gera þér hérna? Ingi komin í bit. Ó, tortul slæðir af. Skynsamur. Ílitt close baráttu það. Þá finnst mér eitthvað lítið fara að dekkjunum í það. Það eru búnir með 2 hringi, það er alveg 3. hringurinn eftir svo sem. Já. Ó, Turtle stingur sér hérna inn á hann. Vel gert. Þetta er flott. Já. Það er svo sem breytir heldur ekki fyrir Andra hvar hann lendir, hann er búinn að vinna deildina. Já, nákvæmlega. Upplýsingarna á mér ekkert endilega réttar en að það er mikið svona svitsa á sætuminu hjá mér. Þannig ég sé náttúrulega ekki. Ég sé bara fyrsta hring. Já, þær eru á 3. hring sko. Ok. Heimir er fremstur, Bergur, svo... Nei, Andri út í vegg! Og snýr. Oi! Ingi hérna, kemur fram, já. Já, hann er búinn að pitta, hann er svo eini sem er búinn að fara í pit. Já, ok. Hann var að fara í pit núna bara á þessu hring. Það var að koma út úr pit, réttar að sagt. En við langar svolítið að sjá... Þessi braut er náttúrulega ekkert djók. Nei. Hann er algjört monster. Já. Og einmitt, Palli var hérna í skottinu á honum Grétari áðan og
og ég held að hann hafi bara verið heldur óþolinmóður og hafi tapað á því í staðinn fyrir að bíða bara rólegur eftir rétta tækifærinu og skella sig fram úr sko. Núna það Illugi og Grétar sem eru með minnsta bilið. Ég var að spá einmitt að sko því að þeir spinnuðu báðir hérna Grétar og Palli hérna áðan, þannig að maður langaði að sjá það, ég ætla að henda replay á Grétar fer út í gras og Palli eldir hann. Þeir gera þetta bara nákvæmlega eins. Það oft hættan líka sko. Þeir enduðu bara hlið við hlið með þess að sko, þeir bara tóku bara nákvæmlega sama stað út af og bara tóku nákvæmlega sömu línu. Já. Þetta var gott. Það nefnilega svolítið akkur, þegar maður eldan, maður þarf svo mikið að vera samt með sína bremsupunkta og sína línur. Já, maður má ekki vera að horfa á manni fyrir framann sko. Maður verður að horfa út í næstu beygju og maður er eiginlega að horfa framhjá hann sko, það er gegnum hann. Maður er bara með störu á afturljósinu á honum og þá bara ferði sömu leið og þann sko. Já, ef maður er ekkert að bíða eftir að bremsuljósunum á hans bíl, þá er maður of seinn sko. Já, Palli fór einmitt aftan í Svenna hérna áðan, Svenni byrjaði keppnina en hann fór síðan út. Það var hérna, hann fóru saman út af. Já. Hvað er betur en það langur, veistu það? Dekkarskipti? Hann er nefnilega ekki það langur, sko, þú veist. Hann er ekki, þú veist, hann er alltaf bensínáfyllingin, en þú veist, við vorum að taka svona fjárhringareis og prófa að fara í pittin. Þurfti bara að setja, þú veist, 0, kannski... Grétar, spinnar! En þá var hann bara svona 27 sekundur eða eitthvað. En náttúrulega með fullum tank, þá er það tölvöld meira. Missir hann bara vítt hérna. Heppinn að fara ekki á Illuga hana. Rétt snertir hann en hann sleppur. Ingi í góðum málum hérna. Já. Sko, Ingi er svo eini sem búinn að fara í pit, hann skellti sér á mediumdekkin. Hann er 27 sekundum tæpum á eftir Heimi. Hann er á mediumdekkinum. Það er að 6 á honum Turtle hérna hratt. Já. Ég var nú bara að sjá þetta aftur. Þetta var... Tók hann bara svona fallegt slætt eða var þetta bara sjónarhorni? Já, tekur drifti hérna niður. Já. Djöfull er þetta flott hjá honum. Hann er á nýja Porschenum. Er nýja Porsche svona góður á stjórn? Hann er lipur sko. Mjög skemmtilegur bíll að keyra. Hann á líka til að vera rosalega góður á gjöfunu, þú veist, þess að maður getur alveg nelt henni niður út af beigum sko. Það sýnist að Ingi er allavega hérna bara hendunum, hérna bara hægri vinstri. Já. Það er bara vorkinni dekkjunum undir binnum hjá honum sko. Svo er hann líka góður á dekkinsbíl sko. Já.
En svo kemur að endarhraðanum, þá Ferrari með yfirburðar. Við erum með þetta inn á beinagaflan. Já, hann En svo akkurat þegar hann fer úr Það bara þetta niður. Já. Hann Ingi kann leikinn, hann þolinmóður. Já. Já, Tortul í bit. Heimir og Bergur, þeir héldu áfram. Já, þeir eru að taka örugglega 4 og 3. Já. Nei, það var 4 og 4. Já. Það taka hard. Þannig að Ingi þarf að vinna upp þessar. Það betur hvað þarf Ingi þá að stoppa oft? Hún fór inn eftir annar hring. Hún þá að fara að taka. Hún búin að taka 1 hring, hann að taka 1 hring í viðbót. Hún fær vantar ekki 3 á mediatakjunum, býstu við. Þannig að þarf Ingi þá að stoppa hvað? 3 svar. Já, allir það ekki. En það væri náttúrulega hægt líka að taka bara all out medium sem 2 en höfust samt. Ég veit ekki. Já, sko ég meina ná hörðudekkin. Nei, ná medium dekkin 3 hringjum. Það ekki bara 2 maxið á þeim. Þeir náði. Sko, þeir náði en samt mjög hæpið. Já. Það hefði að passa sig í síðustu byggðina. Já. Andri, hann skellti sér í pit. Kemur út á mediumdekjunum. Og Gretar hérna samhliða. Gretar býður bara. Það er ekki að blanda sig í þennan slag. Palli í pit. Þá þarf Ingi að vinna hérna upp 6,5 sekundu í Berg. Já, og Bergur var að gera svona mistök, þannig að þetta verður að fljóta þetta niður. Hérna. Svo eru 20 sekundur upp í Heimi. Andri út í vegg. Nei. Ég skal bara hætta að skipta yfir á hann. Bara leið að skipta yfir á hann, þá bara sletta hann út í vegg. Hann sér smá skemmt hann aftan líka. Erfiðst að vera að snúa líka. En hann akkurat, það er auðvelt að snúa hana. Hann kemur yfir svona smá hæð og þá létti spýllinn allt inn og langar að henda aftur þetta. Ingi komin í 4 frá Berg hérna. Þau eru á sama bíl. Já. Herði, Illu er á Intermediates. Nei, hann er á hörðum og vart ábyggilega að sjá villust. Hann byrjaði á Intermediates. Já, ok. Og þau voru bara við það að klárast þegar hann var búið með fyrsta hringinn, sko. Já, ég trúi því.
Nei, herðu, Ingi komið fram úr. Bergur ekki að smistök. Já. Ég get bara að fara í hann núna. Hann var að losna í skændina þegar og seint örgulega. Já, settir í bleimarkinu og þau sá þetta, en já, hann er með skemmt hérna. Já, ég er ekki að spyrja því, maður er tilbúin að taka hann. Þetta er svolítið hættan líka, þau verða svo slæmt dekkin, hard, og svo eru orðin svo heit og byrja að slæta meira og... Að renna út úr beigjum og svoleiðis. Já, það væri þá ekki nema akkur til sérst að taka one-stopper að það myndi borga sig það, því þú veist, þessi fjórði hringur er orðin svo hægur, sko. Já. Sérðu bensín hjá hann er bara, getur verið í tæpur á að Nei. Ég hugsaði hann sé með þetta, sko. Já. Maður veit hvað hann er á breytinu allavega, sko. Þetta er samt tæft, sko, maður þarf að passa alveg að, veist, og Ferrarin er góður að spara, sko, en samt það maður alveg vel að passa sig á honum til að, þú veist, geta að fara í fjóra, sko. Já. Þetta verður tæft í árum, en ég held að ná þessu. Og Ingi komið hérna 17 sekúndur fyrir aftan heimi. En gefum okkur það þá, þeir eru, já, þeir séu báðir að fara að pitta núna. Ingi tók nú samt bensín fyrir annan hring sýnist mér. Já. Hann getur vel farið 3 hringi á þessum dekkin, sko. Já, þannig að hann gæti tekt þetta í að hann þarf að taka 1 stopp í viðbót. Hann taka þá 2 hringi á hard og 3 á 3 á. En ég held að þessi 3. hringur verði ekkert aðeinslega skemmtilegur hjá honum hins vegar. Nei. En það gæti þá fengið baráttu milli þeirra hérna að þeir eiga báðir eftir að stoppa einu sinni. Já, klálega. En núna bara eru kringu 20 sekúndar milli hvers og eins. Já. En við fyllum í eðinars. Já, engar áhyggjur. Nú erum við fróðilegt að sjá hvort að Andri taki síðan ekki tímatökur fyrir næsta tímabil og hoppi beint upp í fyrstu deild. Finnst það líklegt með þennan hraða, sko. Já, þeir feðgarnir verðið saman í Team Topzone hana í fyrstu deildinni. Nákvæmlega. Hann er nefnilega með rosalega hraða og bara er að bæta í. Já, hann er búinn að batna þvílít á þessu tímabili, bara frá því hann byrjaði. Þvílíka fráfarir á drengnum, sko. Hann er fara að líða hálf illa með alltaf þessa Topzone strákar sem er svona hraða, hvort maður er að fara að lækja stýra á hillunum. Þetta er alveg lið á þeimfærum, sko. Já, það heldur betur. Það er stæpur hann. Spurning hvort hann sé ekki nógu vel æfður fyrir þessa braut. Það getur verið. Þetta er náttúrulega svolítið braut sem maður þarf að keyra það oft og maður eiginlega komið með á minni, sko. Það er... Já, maður þarf að muna hverja einustu beygju, sko. Hvað þeir fara Já. Svo þetta er bara... Akkurat. Og það tekur alveg tíma að ná því inn, sko. Þetta er ekki 1-2 mínútur hringur, sko. Ég er ennþá bara... stundum að ruglast, sko. Að það eru svona nokkra beygju sem að líta svona svipað út að keyra inn í þær. Og hér, já, bestamælið ennþá við það að halda þessi í annarri beygju, sko. Já, sérstaklega þegar það er að fara að líða á keppnina, sko, og maður er á þreyttur. Og að missa einbindingu og svona. Nákvæmlega. Bergur fyrir pit, á Guðjónum. Já. Heimir er í pit, þannig að Ingi er kominn aftur í fyrsta sætið, en Ingi fór ekki í pit. Já, hann tekur 3. Hann er bara rétt fyrir neðan helming dekkin. Já. En þá er spurning hvar The Turtle kemur út á móti Berg, hann kemur vel á undan honum. Já. Þú sér að maður tapa gríðarlega á að taka enna 4. hringa á hard, sko. Já. Þá eru menn að koma út á fersku medium. Já. Og vinna svoleiðis upp tíman. Nú að fara vel með dekkin samt. Törstur. Já. Eftir 1 hring, að eiga þetta mikið eftir ennþá á mediumtökjunum. Nákvæmlega.
Ég er ekki vissum að ég nái 3 hringjum á Subaru-num, sko. Ég held að það sé alveg út myndinni, sko. Já. Já, bensínlega ættir að geta það. Já. Alveg leikandi. Já, ég ætti að ná alveg 4 á bensíninu, sko. Hann er nefnilega Já, Subaru með það, sko. ekki- Hann er góður á bensíni, sko, en aðeins verður á dekkinu á móti, sko. Ég held að akkur þetta gætir, þú veist, maður þyrfti að dedicata sig á bara hard stint overall, þú veist, bara í 2 tíma keppni til þess. Já. Þú veist, ef maður ætlaði að taka hana 4 hring, sko, til að fækka þessu einu stopp, en ég held bara að sé samt ekki nóg, af því þú veist Nei. að maður á þetta mörgur hringjum, á svona Akkurat. löngum hring líka, þá bara nærmar að vinna upp held ég, sko. Já, hvað ætlum að segja að tapa? 20 sekundum á svo síðasta hring? Já, þú veist, kannski ekki alveg, en samt þessi 3. og 4. hringur eru báðir hægi, sko, þannig að Já. en jú, kannski upp að 20, þú veist. Já. Já, ég hugsa að ég sé að fara að taka bara 3 og svo bara 2 til enda, sko. Það ég að giska á. Já, eða 3. Já, hard bara alla leið. Nei, medium. Medium. Já. Það er hard og svo rest 3. Af því maður er hraðar á þessum 3. hring í rauninni heldur en 4. hringin á medium, eða þú veist. Já, 4. hringin á hard, menn Já, ég meina, já. Já, ég er sem ætlaði að vera svo duglur að æfa fyrir þessa keppni, sko. Já, ég veit ekki þetta svo sem alveg. Nei, þetta er bara fjör. Já. Svo styttist nú í lokáfið hjá okkur. Heldur betur. Ertu ekki spenntur? Ég er alveg bara, get ekki hamið mig, sko. Maður er búinn að reyna að senda skilabúðinu, herri, hvað er planið á báða Jónana? Já, þeir vilja ekkert gefa upp á þetta lag, það ekki? Nei, ég held að þétta þessi spilunum. Já. Þeir verða með sprengjur hana á Já, 8. maí. ég held það líka. Þetta verður almennilegt. Heldur betur. Og þetta er í hvað? Kvartmýlu klúbnum? Já, Hafnarfirði. Já. En samt ekki á driftbrautinu þar? Nei, ég held að þetta sé sem sagt hana hringakstursbrautinu þar. Já. Held ég, en ég bara vikið með, ég hef ekki komið annars svo oft, sko. Nei. Við strákarnir ætlum að fara einmitt á og taka út salinn, sjá hvað það þurfum eitthvað og svona. Já, nákvæmlega. Já, við kvartmýlubrautina segir Hilmar. Já. Já. Hann er brýndur hann Hilmar, við erum bara einhverju smjörnýjur hérna. Já. Herru, þið törtum alveg að ná honum heimi, já. Hann er samt Mr. Worldwide, sko. Jep. En já, skjaldbakan er að nálgast heimi. Það er við um borðina hjá honum. Djúpt kann þetta vel, maður. Já. Ég held að það myndi fara djúpt. Bara neldið það. Já. Þetta er versti staður í heimi til að ná bíl akkurat. Já. Þú myndir eiginlega vilja ná honum rétt eftir þennan næsta kafla, sko.
Skemmtilegasti kaflinn á brautinni. Já, klálega sko. Og akkurat þegar maður er Heimir á miðjunni kannski líka? Heimir er á... Nei, Heimir á horðum. Hann er á horn. Já. Ferskum horðum samt. Mikið... Já, hann er akkurat komið fyrir neðan helminginn á skjaldböðunum. Það er svo skemmtilegt þegar maður nær þessu kafla vel, sko. Já, algjörlega, þetta er svona rússíbani bara. Já. Hann er bara að taka þér rólega þannig til að beina kaflum held ég, sko. Já. Það er líka bara eiginlega eina sem maður getur gert, sko. Annarkvæmst að vonast að þetta er mistökum hjá honum sem er framann eða bara býja eftir beinukulunum. Já. Sem að framuröstu staðnir eru. Já. Já. Það er bara svona 80-90% á brautinni, þá viltu vera með track position. Já, klálega, sko. Sem er alveg magnað með 8 mínútur á hring, sko. Já, segðu þið. Það eru bara ekkert svo margar línur í gegnum þessa braut, sko. Nei. Þetta er svolítið bara, ef þú nærð að negla réttu línuna, að þá er ekkert að taka fram úr það, sko. Nei. Það er þröng líka, sko. Já. Þetta var svolítið sinni, eða höfust, Heimir hleypti honum nær sér þannig á gætan. Nei, ok. Það fór aðeins út í grasa þarna og þurfti að slá af. Já, þurfti að slá af, en það er eiginlega besta fyrir hann, sko. Hefði hann verið svo nálægt Heimi, þá hefði hann örugglega farið fram úr og Heimir hefði getað náð honum aftur, sko. Já, það er þetta rétt. Hann er að taka á honum. Já, líka upp brekkuna sérstaklega, þar kikkar þetta mest inn, sko. Já. Þetta var 100% tímasett. Ingi í pittinum að vera búinn að setja fjúl. Hann ætlar að taka bara 3 hringi, eða ekki? Já. Samt setur hann næstu í 100% á tanki. Já. 97%. Það er kannski stokkja á klósti. Hann er kannski. Já, getur verið. Tekki nóla. Líka bara. Já, líka kannski bara til að gefa mönnum sem eiga heima hana sessin. Ingi kann þetta alveg. Já. Það var flott hjá Turtle að koma inn í svona fyrstu keppni og vinna. Nei, hann á eftir að bita. Ég var nefnilega, var að kíkja á keppandalistan. Ég sé hann ekki þar, skráði keppandur í opnindalistinni, sko. Þannig að hann er eftir bara hans fyrsta. Já, allavega á þessu tímabili, sko, en ég... Já, mér finnst þess að ég hef séð nafnið það, sko. Já. Var þetta Óla... Nei. Það er örugglega búið að segja okkur miljónum sinnum vinna, sko. Já. Tuttugu að horfa. Ég vonandi að við séum komin með Síðan komum við þá, ja, 21 að horfa. Já, næs. Og hvað er segja lækinn? Hvað segja lækinn? Akkurat, það er einmitt að segja sko. Það er 4 læk. What the hell? Ég er allan búinn að skella í. Læk. Það er basically bara 3 like núna, við erum 5 búin að læka hérna. Koma svo!
Herru, komið 15 like. Ánægður með ykkur. Geggjað. Það er bara komið glampandi. Þannig að hefðum. Sjá mig enga bleitu núna. Nei. Sem er óvanlegt fyrir opnundeildina, þegar yfirleitt er það rigningin sem kemur í opnundeildinni. Já, en þeir eiga minnst skilið í rauninu, sko. Úrvalsdeildin fær þetta aldrei, sko. Sem er alveg galið, sko. En sjáðu nú dekkin hjá Þorsteinn. Já. Ekki mikið eftir að þeim. Það verður ekki mikið eftir, hann er búinn að púlsa svolítið. Og svona með hvað hann er ennþá á brautinni, sko, það er bara spurning hvort að það verður sprungið þegar hann er komin í mark. Það lofar ekki góðu, sko. Nei. Loka 2-3 sektorun verða strefnir. Já. Og þessi fersku dekkja Heimi ætti alveg að geta haldið í við hann á þessum tímapunkti. Já, ef ekki bara ná honum, sko. Já. Ingi alveg í edrupili hérna í Heimi. Já, á fersku miðjum. Ingi á það búinn að taka hardið, ekki? Já. Byrjaði hard. Það var ekki til enda frá þessum miðjum. Já, ég býst við því. Já. Það eru Grétar og Palli eru hérna í 0,5 báratu. Já. Kíkjum á þá. Skal kíkja hérna á Inga á meðan. Heimir er að ná að saxa örlitlar prósentur af honum skjaldbökunni. Já. Svona í beyjum, en á beinakaflinu þá er Porsin svolítið betri. Svona á hann eftir að sagna á honum meira og meira þegar eftir því sem líður á hringinn hjá þeim, sko. Já, hann saxaði honum þarna bara næstu í heila sekúndu þannig í hröðu vinstri beini. Hann er komin í 1,6 bara strax. Já, saxar ennþá meira í karusellinu, hálfa sekundu þar. Þetta er komið undir sekundinu, ég myndi bara fara að fylgjast með þeim líka. Já. Inn í beygukafla. Já, hérna viltu vera með gott gúmmí, sko. Já, klálega, sko. Hann var að missa hann. Í vegginn. Við tekjum við geggjað sjónarhorn á þetta. Og nú kemur Ingi líka. Alveg í skottin á honum. Hann er með skemmd og ónýtt dekk náttúrulega. Já. Ég myndi eiginlega bara hleypa Inga fram úr og reyna að elta hann, sko. Já. Eða reyndar góð taktík að halda honum fyrir aftur og láta hann slíta dekkinu sínum þangað til á beinakaflanum. Þetta er svo sem heldur ekki baráttan hans samt. Nei, svo sem ekki. En hver veit, það getur allt gerst. Greinlega góðan hraðar. Já. Og er meðalið 36 sekundur í Berg. Og næsta eftir honum með, meira en mínútu í svo. Já, hann er bara að byrja að kósta langt. Það fór hann út í grasið maður. Nei. Það er bara fann að leka út. Já, en hann held að hann hefði bara verið aðeins lengi á beginu til hægri, en hann... Svo akkurat er þetta máli, maður verður svo smeykur þegar maður byrjar að finna dekkin svona sleip. Já. Að þá getur maður að byrja að tapa óþarlega miklum tíma, sko.
Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Nú kemur Ingi hérna. Tekur ekki sensinn á að reyna fram á honum. Já, það er nú alveg, þetta er nú orðið tæft milli Bergs og Turtle núna. Já, Bergur tekur fram á 27 sekúndur. sko. Ég hugsa hann geti komið út á undan honum bara alveg kannski 15 sekúndur. Eða svona 10. Já, með bensíninu, já. Já. Það er rétt. Já, en Turtle hann kemur út á medium dekkjunum væntanlega þá. Hann er að klára 7. hringinn og er að hefja 7. og 8. hringinn. Það eru 2 hringir. Ég held að þetta gæti orðið spennandi í lokin. 2 hringir á ferskum meta móti Slittum Hard er alveg doable. Já. Það er mest að bara það hérna, Ingi er að alveg að ná honum heimi. Já, þetta eru, þú veist það, með bensinni okkur, þetta er hann svona 35 sekundur. Já, það voru 27 sekundur á milli þeirra og pluss 8 síðan hérna. Já. Illi í En hann setti líka bara 60% bensín sem náttúrulega 2 hringir. Já. Palli orðin tæpur á dekkjun líka hérna. Gretar að nálgast hann. Já. Nú er Ingi komin í 1,3 frá honum heimi hérna. Komin í 1. Það er alltaf gríðarleg munur á dekkjunum hann það sko. Já. Já, þú veist, þeir eru báðir á ferskum basically, eða svona. Já, kannski ekki ferskum hard, þannig að það er að detta niður í 50. Bæði hvorki Ingi né Heimir er að keppa til stiga hins vegar, þannig að þetta er... Herri, já, það er rétt. Þannig að Bergur er provisional en á first. Já, og svo Turtle og svo Illi. Já, en mér finnst líklegt, þú sér að hann er búinn að saksa á honum 1 sekundu núna bara á fyrsta hlutanum. Já. Bergur út í grasið. Og refsingu. Já, hann er með refsingu. Palli og Gretar í pit. Hvað er mikill munur á milli þeirra? Sér bensínmunurinn á þeim? Gretar hefði getað klárað bara. Þannig á yfir 50% eftir. Já, vá. Nú er Ingi að skoða línur. Býður álur. Þeir eru alltaf báðir með reynslu. Já, rólega. Þú bergaði Heimir þessu. Já. Þarna. Tekur hann. Já, hún klárar þetta bara. Já. Er Heimir að fara hvaða hringi? Er þetta 3. hringurinn að sá hard eða?
Er hann að taka vonstoppurinn eða? Já. Hann taka vonstoppur, já. Já. Sjáum þetta aftur hérna. Hann byrjað að fara aðeins meira varlega, hann skjaldbakan. En hann ætti alveg að geta púsað núna, það bara 2 hringir í full throttle á medium, sko. Já. Æja, hann ætti nú alveg að ná berg. Já, hann gerir það svo sem. Sem því náttúrulega bara sigur, þannig séð. Það setur grasið þarna. Vissi slatta tíma út þennan beina. Svo náttúrulega Bergur eftir að taka út þessar refsingu á beinagaflunum. Já, hann kemst fram úr hann á beina, sko. Og svo náttúrulega Ferrari með betri endarhraða heldur en Porschen, þannig að... Danni að spyrja hvað ég var að missa af. Hann var að missa af öllu. Öllu, það allt að gerast. Já. Bara spóla tilbaka og horfa á byrjun bara. Nákvæmlega. Það er búin að vera þó einhverja vendingar hérna. Já. Það eru engi snýr. Nei. Jú. Og refsingu, og skemmta frá hann. Já. Horfið bara á replay á þinni keppni líka. Já, nákvæmlega. Sjáum þetta hjá Inga Ég hérna. þarf bara í sérskrýn. Það var dýrt fyrir Inga. Já, þetta var nokkuð dýrt, sko. En, jú, hann hefði nefnilega þurft að nýta dekkin á þessum hring í rauninni til að komast fram úr, sko. Já, nefnilega. Þannig nú... En Heimir er svo sem komið samt niður á verri hlutan á dekkinu. Djöfull ná hann að berga þessum maður. Vá! Fór hann upp á kanti vinstar meðan hann leiði niður brekkuna. Já. Þá tekur bílinn bara lótt, maður verður að passa sig að vera bara inn á malbygginu þar niður, sko. Já. Svo. Það er nefnilega rosalega hættulegt, sko. Ég sá þetta ekki. Nú horfum við að replaya á þetta. Nei, hann fer inn á grasið á leiðinni inn í beina. Og bara slætar í gegnum beina. Já. En samt, sekund á milli er hann núna. 1,5. Já. Það er að dætti hann á Og Bergur er beinagaflan. bara að taka út refsinguna. Þannig að það er svona allavega örugglega 2 sekúndur, eða þú veist, af því þetta er svo langur kafli. Ég hugsa að þetta sé versta penalty zonið í leiknum. Svo langur Ég myndi beinkafli. halda það, sko. Alveg klálega, sko. Og maður er alltaf að reyna að negla þessa síðustu beygju út af beinagaflan, svo bara eitthvað hægja á sér. Maður er bara eitthvað, já. Sjáum bara hvað það droppar hennar hratt. 3, 2, 1. Komin í draftið. Þetta var bara perfect sýndist mér. Já, þetta er bara fullkomið. Já, hann er að klára þetta svona. Það var hann að sigra sína fyrstu keppni. Já. Ekki amalegt á móti þessum ökumunum, sko. Nei, segðu. Bergur er ekki búinn að gefast upp, samt. Nei. Nú hef ekki verið þekktur fyrir það. Nei. Það takkir tímuna. Nei, getur ekki á sem dekkjum, sko. Nei.
Annars bara eina baráttan Bergur og Skjaldbakan. Já. Skellum okkur inn á borð hjá Berg. Það er erfitt að halda í hann þegar þeir koma inn á slaufuna. Þá eru metildekkin talsvert betri. Heldur betur. Það var bara ykst bilið sko. Þannig að nú þarf bara að setja hausinn niður og klára þetta. Koma þessu heim. Ertu búinn að sjá þetta sem að Himmi fann hann að Himmi er eitthvað að hóta að svíkja einhverja deildir sko. Hann komur í einhverja erlenda deild núna. Já, ég sá það. Hvað, ætlar það ekki að keppa á morgun eða hvað er Já, ég segi svona. Þetta er svolítið skemmtilegt formát sem hann er búinn að finna það. Já. Hann er svona alltaf að senda mér einhverja reglugerðir hérna úr þessari deild sko. Já, ég segi hann búinn að senda inn í tjaldið eitthvað. Hann er all in í þetta maður. Sérðu þetta? Þetta er svolítið snuðt. Nei, ég segi svona, þetta er lúkast að skemmtilegt formát sko. Já. Þeir eru að taka svona alveg margra klukkutíma keppni þar sem þeir eru að skiptast á í liðum sko. Já. Og hvernig virkar það? Er það báður að braut og annar býður bara í pitta með hana? Hvernig? Nei, þá er þetta sem sagt sýnist mér að þeir taki bara eitt race sem stint og það er kannski 2 tímar, 3 tímar eða eitthvað. Já. Og svo er bara eins og sé nýtt race eða eitthvað og það er annað stint, skilur við. Og svo er bara uppröðunin svo sama og var í lok síðasta race eða eitthvað. Ég skil. Það er þetta, já, það geta alveg gaman sko. Já, en þetta ég held að þeir hafi verið að taka þátt í sinni fyrsta keppni á það. En ég ætla ekki að varpa neinu skugga af GTC hérna, það ætla ekki að vera að upphefja einhverja aðra deildina. Bergur. Út í gras. Já. Þetta er nefnilega snýr aftur. Þetta er nefnilega svolítið, þetta er málið með þessa 4. hringi á hard sko. Þetta eru erfiðir. Já. Það er svo sem nóg gappan aftan í. Já. Ingi múin að saxa vel á honum Heimi. Já. Það voru nú alveg einhverja 11-12 sekundir sem voru Var hann að fara aftur út af Bergus? Já, hann fekk semst aðra skemmt. Já, meinar. En Ingi komin í 4 sekundur frá honum Heimi. Ég veit ekki hvort það dugi. Nei. En Heimir er komin á léleg harddeck og sýnist... Nei, hann er góður bæði sinni. Ingi djúpur. Það sem vilja skoða þessa keppnir hjá Hilmari þá er hann að senda hérna stintinn í chatið. Hvað var hann að setja? Það var að setja hérna eitthvað. Já, stintinn? Nei, bara stintinn. Bara 9 til 10:30 eitthvað fyrsta stint og svo... Já, 1,5 klukktíma stint, stint 2, 2,5 tími, stint 3, 3 tímar, stint 4, 2 tímar í bleitu. Sæll.
og svo sko stund 5 klukkutíma og 20 mínútur. Nei, klukkutími. Stund 6, 2 tímar. Þú veist, þetta er svona lið með 2 til 6 einstaklingum. Já. Það er heldur hart að vera 2 að taka alla þessa dagskrá, sko. Já, en þeir voru svona báðir á braut þarna í þessu sem var að keppa í áðan. Þannig að það hefur kannski verið eitthvað annað. Já, það eru svona styttri reis, sko. Það eru nefnilega með nokkrar útfærslur af deildinni og nokkrar svona mismunandi, aksturs. Já. Til að svara Alexi hérna, það var Illugi sem vildi ekki keppa til stiga. Þannig að Turtle er alveg að keppa til stiga hérna. Já. Þannig að hann er að taka fullt úr stiga hérna fyrir að klára í fyrsta sæti. Já. Ingi er ekki... Þetta er að munaði svo litlu að hann geti komið sér í mjúkin á beinakaflanum, sko. Já. Það sýnist þeim alltaf að landa þessu. Já. Ekki meir hafast að hring. Já. Það var mjög góður hringur í honum. Já, 18.5, það er alls ekki slæmt. Nei, með það líka að vera ekkert búinn að æfa sig eða þannig að þú veist ég segir, ég veit ekki. Þá er þeir að koma hérna yfir línuna. Heimir í fyrsta, Ingi í öðru. En Turtle svona fyrstu keppni á þessu tímbili allavega. Gunni kannski staðfestar við okkur hvort þetta sé fyrsta keppni hans yfir höfuð eða en hann er að sigra þetta fullt úr stiga, 25 stig. Já. Og 8.07 hérna sýnst mér að hraðast hringur í honum, en við þurfum kannski að skoða það betur hver er með hraðast hring fyrir utan Inga. Já. Og tekur sigurinn. Það er ekki smá hraði á skjaldbökunni. Sem er með að við nafnið. Já, heldur betur. Og Bergur hérna kemur í línuna á Vírónum og Guðjónum. Já. Í öðru sæti, Provision. Og Illugi, líka í fyrstu keppni á tímabilinu í þriðja. Hann Greta varinn á undan honum Palla, hann gerir sem Palli fyrir til gras og snýr bílnum. Þá er Gretar í góðu tækifæri. Hörðu, já, hann næður honum. Já. Það er dýrt svona að loka metranum. Já, klálega. Hilmar að segja þetta, hæ Kiwi. Með hundin hérna í fanginu. Já. Og Illugi kemur í línuna í þriðja. Og Andri hérna, hann er bara kominn í sundarspíldur. Að taka svona vinnerslapp. Ætlar hann að taka dragreis á beinakaflunum, eða? Ég veit ekki. Þetta er 28 sekúndur eftir en hann er ekki að klára. Já, hann er líka búinn að sigra þetta. Það er ekki á hann einhver ágjur. Gullfallegu bílinn sem verður á. Gildur Mercedes. Já. Beautiful. Þetta betur.
En hann er að taka Victory James. Já, þetta er svona stutt í rauninni, hérna gæsla. Þetta er lengsti tími sem við getum allavega, það er 180 sekundur. Svo sett frá því að fyrsti fer í Nei, núna línuna. er búið að laga það, sko. Hvað? Ég held að við vorum að keyra daginn og þá var þetta að setja alveg 6 mínútur eða eitthvað. Nei, ég setti bara maxis. Það gæti verið. Ég var að setja þetta bara upp á þann og það var 180 sekundur maxis sem ég gæti sett í race finish delay, heitir það sko. En það var rétt hjá okkur, Turtle er með hraðasta hring fyrir utan hingað, þannig að hann er með sigur og fastest lap. Já. Já, hérna, maður sjá. Já, hann fæði fastest lap náttúrulega líka. Já. Auðvitað. Ég hugsa það allavega, það er allavega enginn alltaf fara engin stig, þannig að ekki nema að núlist þá bara út. Ég veit ekki hvernig Gunni hefur verið að setja þetta upp en. Góður ringur hefur 8.7. Já, það er mjög gott. Já, heldur mjög gott. En Heimir með sigurinn og Ingi annar og Turtle þriði. En Turtle fyrstur á stigatöflu, stigabarðunni. Það sem að þeir keppi ekki til stiga, strákanir. Bergur fjórði, Illugi fimmti, Andri sjötti, Grétar sjöundi og Palli áttundi. Svo Svenni tók hérna, sagði að hann sendi inn í spjalli hérna, það var ekki alveg klári í þessa keppni. Nei. Ekkert að við erum sennilega. Nei, nákvæmlega, svo er þetta líka akkurat, ef maður er ekki búinn að keyra þessa braut nógu mikið þá er þetta bara, já, getur hún reynst manni mjög leiðileg, sko. Já. En þá er þetta bara komið gott í okkur, það er hérna önnudeildin að hefjast bara núna 21:30. Bara innan skams. Og hérna, en bara til hamingju með sigurinn Turtle. Og Andri með tímabili. Já, og Andri með tímabilið, akkurat. Sigur áfndeldunar og tímabilinu 2006. Þannig að hann á von á dolli á lokáinu og einhverjum harfiskbókum og svona eitthvað. Já, nóga harfisk, fullt af brotinu. Já, heldur betur. Það er bara verða duglegir að taka, já. Faðir Topson, hann þarf að koma bara á sendibíl. Já. Og svo er það bara bootcamp til að nýta allt prótein í þessum harfisk. Nákvæmlega sko. Turtle spyrir það hvort hann hafa farið fyrir Inga, ég bara sá það ekki en ég sá sem sefa það í play þannig að það er hægt að skoða ef það þarf en ég held að Turtle sé bara með sigurinn þannig. Já. En þá bara kveðjum við í bíli, við höfum útsendingu úr annar deildinni bara innan skams og bara takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur.